Komið í sæl og blessuð og sælir kæru bogamenn. Ég að gera hlutinu svolítið öðruvísi núna en ég vön og ég að nota spil sem ég ekki vön að nota. Þau kannski bara sýna mér smá skilning með það. Ég að taka hérna fyrir júnímánuð sem að hefjast þessa mundir. Byrjaði að taka þemaspil fyrir mánuði. Og þemaspilið ykkar, kæru bogamenn, frekar erfitt, verði ég að segja. Spil sem táknar erfiðleika, sársauka, sorg, jafnvel. Einhvers konar erfiða stöðu þar sem að hugurinn neitar að viðurkenna það sem í gangi eða á í erfiðleikum með að vinna úr. Ég sendi ykkur bara samúð og skilning, kæru bogamenn, þið sem að þurfi að glíma við eitthvað þannig erfitt í júnímánuði. En lífið jú upp og niður, blanda af sorg og gleði, hvort sem okkur líka betur eða verð. Og það eina sem ég get sagt bara að við verðum bara að reyna að sýna okkur skilninga meðan að við göngum í gegnum þetta. Þetta gæti tengst einhvers konar sambandsslitum líka. Sjáum til hvað meira kemur í ljós. En ég ætla að draga fleiri spil og set þemaspilið hérna aðeins til hliðar á meðan. Sjáum hvað bogamenn fá til sín fyrir júnímánuð. Bogamaður júní. Bogamaður júní. Það ekki amalegt, elsku bogamenn. Það búin að vera mjög fallegar góðar lagnir hérna hjá merkjum á undan ykkur og þið farið ekkert varhluta af þeirri orku. Hér afskaplega fallegt, djúpt, kærleiksríkt samband í miðdepli, brennidepli þessarar lagnar. Svanurinn einkvænisfugl ef að það orð, allavega velur sér einn maka, svo sagt, og heldur tryggð við hann alla ævi. Svanurinn táknar líka umbreytingu, þannig að þetta gæti verið samband, ef það ekki nýtt af nálinni, gæti verið samband sem að gangi í gegnum einhvers konar breytingu hjá öðrum eða báðum aðilum. Sólin hérna fallega orkuríka spilið sem sumir segja að sé besta spilið í stokknum. Hún táknar allt sem gott og fallegt hamingju, fögnuð, vellíðan. Sólin hefur með börn að gera líka. Þannig að fyrir ykkur sem að eigi til vill vona á barni, þá óska ég ykkur til hamingju. En það getur líka verið, barn getur líka verið táknrænt fyrir nýtt upphaf og eitthvað nýtt. Sólin hefur alltaf með framtíðina að gera líka. Og þar sem að þetta fyrir júnímánuð sem nú bara í starthólunum, þá þetta eitthvað, myndi ég segja, sem að koma inn í júní. Og ég veit ekki hvort að við höfum að segja að júní verði sólríkur mánuður, kannski fleiri en einn meg. Það ekki að verri endanum heldur tían hérna í speglum eins og þetta heitir í þessum stokki. En þetta sem sagt vatn, alveg eins og þessi hérna, tvistur í
vatni og yfirleitt þetta kallaði bikarar. Þetta hámark uppfylling tilfinninga. Það að segja einhver gleði sem nær hámarki, samband sem nær hámarki, tilfinningaleg vellíðan sem nær hámarki, tilfinningalegt í jafnvægi í hámarki. Oft fjölskylda tengd þessu spili og þetta sé sem sagt gleði innan fjölskyldunar. Fjölskyldur geta verið af ýmsum toga og sumar fjölskyldur margmennar og aðrar fámennar. Það einhvers konar fögnuður hérna í júní mánuði. Hvort sem það verið að fagna fæðingu barns, einhvers konar uppskeru. Þetta getur verið útskrift sem að lengi var beðið eftir. Auðvitað getur þetta verið gifting eða trúlofun. Hvaða gleðilegi atburður sem er hérna í gangi. Og þetta í miklu mótvægi við þemaspilið sem kom upp hérna áðan. Það svolítið merkilegt. En þetta var mikil tilfinningasemi í þessu öllu. Ég ætla að taka hérna fleiri spil. Bogamenn. Syndandi í tilfinningum í júní. Júní fyrir bogamenn. Aha. Erfiðu tilfinningarnar sem að voru hérna upp að við getum tengst inn á þetta hér. Þetta spurning að leggja óttann til hliðar og taka áhættu. Fara einhverja leið sem ekki hefur verið farin áður. Byrja að vinna að einhverju verkefni sem að þið viti ekki hvernig útkoman verður á. Málið að stíga í gegnum óttann, horfast í augu við hann og byrja að taka fyrstu skrefin í átt að þessari nýju leið sem að felur í sér áhættu og ótta. Og það ósköp eðlilegt að vera hræddur við svoleiðis dæmi. Þannig að ásamt þessari miklu tilfinningagleði í júní hérna líka verkefni fyrir ykkur að horfast í augu við óttann ykkar. Þið getur verið óttaslegin yfir svo mörgu. Það getur búið í ykkur djúpstæður ótti sem hefur fylgt ykkur lengi. Þetta kannski óttinn með að takast á við eitthvað nýtt. Oft erum við hrædd við það sem við þekkjum ekki. Ef við sjáum ekki það sem handan beygjunnar, það getur stoppað okkur. Og það einmitt máli hérna að láta óttann ekki stoppa sig og heldur taka áhættuna sem að veldur eflaust einhverjum breytingum, en breytingar eru yfirleitt af hinu góða og án breytinga væru engar framfarir í neinu. Þannig að takið það til greina, kæru bogamenn. Við skulum halda áfram. Spilið sem að kemur hérna næst orkustöðvaspil. Orkustöðvaspil fyrir bogamenn í júní. Vá. Segi bara vá. Einhverjir bogamenn að fást við andleg málefni í júní.
munið bara, kæru bógamenn, að fylgja ljósinu í andlegum málefnum. Eitthvað sem kemur mjög sterkt upp hérna, að það eru til alls konar galdrar og galdur í ljósi er jákvæður galdur. Ef til vill tengist þessi ótti einhverju skrefi sem að þið sjá fram á að taka í júní, taka áhættu inn í að skoða eitthvað varðandi andleg málefni eða óhefðbundin málefni sem þið hafi ekki skoðað áður. Takk eftir kjólnum eða kuflinum sem manneskjan er í. Það er eins og hann sé marglaga sem að segja mér það að þegar maður fer að kynna sér andleg málefni þá kemst maður að því að þau eru eins og svo margt annað marglaga. Það er að segja að maður flettir einu laginu af og heldur að maður sé búinn að öðlast einhvern mikinn sannleik, en kemst síðan að því að það býr miklu meira undir yfirborðinu heldur en maður áttar sig á. Já, ég segi bara veljið ykkur þá leið sem að tengist ykkur á jákvæðan hátt, sem fær ykkur til að líða vel, sem spilar ekki inn á egóið ykkar, heldur einungis bara ykkar andlegu veljiðan. Og þegar maður fer að kynna sér andleg málefni þá kemur alltaf að því á ákveðnu tímapunkti að maður þarf að ákveða hverjum maður eigi að treysta og hvernig maður eigi að þróa sig áfram, því að oft koma tímapunktar þar sem að maður finnur fyrir ákveðinu stöðnun. Þá er bara að tengja sig við sína andlegu leiðbeinendur, engla, verndarengla, hvað sem að þið kallið á, og biðja leiðsögn hvert skal snúa sér. Þeir eru allir búnir og búnir til að hjálpa ykkur að finna réttu leiðina fyrir ykkur. Þetta fallega samband sem kom hérna áðan gæti líka verið tengt inn á þetta, einhvers konar andlegt samband eða samband ykkar hreinlega við ykkar æðri leiðbeinendur. Það er eðlilegt að finna fyrir ótta eða vera smeykur við eitthvað nýtt í þessum efnum, en það verður hver og einn að meta fyrir sig hvaða leið hann vill fara. Fjólublái liturinn, af því að þetta eru orkustöðvaspil eða heita orkustöðvar, hann tengist inn á ennistöðina eða þriðja augað eins og hún stundum kalluð, og bendir til þess að í júní munur ef til vill fara að upplifa eitthvað nýtt varðandi andlega skynjun. Kæri bógamaður, gefum mér smá tíma til að kíkja aðeins hérna í bókina hérna. Ég vil ekki vera að segja ykkur einhverju vitleysu.
Þú þarft að treysta þinni eigin skynjun, ekki bara skynjun annara. Ef þú ert í einhvers konar andlegum félagsskap, þá getur upplifun ykkar verið mjög ólík. Þannig að það er mjög mikilvægt að þú treystir þér sjálfum, kæri bógamaður, og þínum æðri leiðbeinendum að sjálfsögðu. Gefðu þér tíma til að skynja og finna svörin. Þú þarft ekkert að flýta þér. Það er betra að gefa sér meiri tíma og vera þá alveg öruggur heldur en að ákveða eitthvað í fljótfærni. Já, þá er komið að spili sem segir okkur hvort að þú þurfir ef til vill að heila eitthvað í júní. Hvort að eitthvað sé óafgreitt bógamaður í júní. Kemur þetta spil aftur. Það er búið að koma hérna hjá fleiri merkjum. Þetta er spili sem að bendir okkur á að tengja þarfir okkar ekki við aðra, heldur að við sjálf þurfum að sinna okkar eigin þörfum. Það er meðvirkni í þessu spili og hvorugur aðilinn er að græða neitt á þessum samskiptum. Þetta er óheilbrigð samskipti hérna í gangi. Þú þarft að skoða í þínu lífi hvort að einhver þáttur hjá þér sé ef til vill óheilbrigður á þennan hátt. Það er að segja að þú hafið það mikla þörf fyrir aðra manneskju að það fari út í, ég veit ekki hvað að kalla þetta á íslensku, neediness, bara að vera rosalega þurftarfrekur á orku annara eða samskipti eða samband við aðra. Það er oft talað bara svona með slangri að vera needy. Ef til vill þarftu að huga betur að sjálfum þér og þínum þörfum, því meira sem að þú ert sjálfur, hvað ég að segja, þinn eigin herra og fullur af þinni eigin orku, því betur getur verið til staðar fyrir aðra. Og þetta virðist vera svolítið þema hérna hjá nokkrum merkjum. Það er þetta með að gleyma sér ekki í því að þjónusta aðra eða vera til staðar fyrir aðra og gleyma sjálfum sér í leiðinni. Ef að einhver er á hinum endanum, það er að segja gagnvart þér, að þú sért hérna í hlutverki konunnar, þá sérðu það að þetta er ekki staða sem að einhver vill vera í. Ég talaði hérna að setja fólk í búr. Það er svolítið svona tilfinningin með þessu spili, að þú sért ekki frjáls og hinn manneskjan sé heldur ekki frjáls. Gefðu báðum ykkur frelsi til að vera þið sjálf og leyfið ykkur að vaxa og dafna og þroskast sitt í hvoru lagi. Þannig getið best verið til staðar fyrir hvert annað eða hverja aðra. Þið getið lesið ykkur til meðvirkni líka ef að það er eitthvað sem höfðar til ykkar. Hún er mjög lúmsk og birtist í ýmsum myndum. Ok, ég ætla að taka hérna eitt spil sem ákveðna lausn á þessu spili. Júní bógamaður.
Já. Fallegt spil hérna sem heitir Completion á ensku eða fullklárað verk. Þetta manneskja sem að hefur lokið einhverju verki sjálf án aðstoðar annara og núna að sjá ávexti af vinnunni sinni. Að því vorum að tala svolítið hérna andlega þáttinn áðan og andlegu pælingarnar. Þú ert að uppskera eitthvað hérna í júní hvað það varðar og ef þú vill ertu bara að læra lexíuna sem að þetta spil felur í sér í júní og ná árangri með sjálfan þig, kæri bogamaður, varðandi þennan þátt í þínum samböndum. Það er greinilega hérna tími til að fagna uppskeru. Mér sýnist þetta að vera eplatré, ég er nú ekki alveg vissamt en skiptir ekki öllu máli. Já. Fallegu uppskera hérna. Sem þýðir það að þessu tré hefur verið vel synt og það hefur fengið þá næringu sem það hefur þurft. Bæði að neðan úr moldinni og að ofan frá sólinni. Þá er komið að blómmálaspili af því að það er nú komið sumar. Þá verða blómmálarnir að fá að vera með. Blómálfi fyrir bóðamenni. Ég skal segja ykkur það. Spilið heitir Marriage, hjónaband. Sameining. Blómálfarnir fagna þessari sameiningu. Sjáu hvað þetta er fallegt spil. Alveg pottþétt eru einhverjir ykkar kæru bogamenn að gifta sig í júní. Það bara, fer ekkert á milli mála með þessi 2 spil hérna. Skrítið hvernig þessi lestrar þróast oft. Og gaman að þessu. Þetta getur að sjálfsögðu verið annars konar samband, sameining, en svona í langflestum tilvikum er þetta nú bara gamla góða hjónabandið. Einhver í fjölskyldunni getur verið að fara að gifta sig, vinir, kunningjar, ástvinir, eða þú sjálfur, kæri bogamaður. Það kemur bara í ljós. Hvað felur júní í sér með það? Frábært. Ég er ekki alveg búin en 1 spil eftir. Það er úr uppreisnarstokknum mínum. Ef þið eru mjög viðkvæmir í blótsyrðum, þá hérna get ég bara slökkt núna. Skulum sjá hvað þið fáið. Þetta er á ensku en ég reyna að þýða þetta, ég reyna að gera pent. Ekki alltaf hægt. Þetta er meira bara svona til gamals. Svo að við endum ekki hérna á einhverjum grafalvarlegum nótum. Fyrsta er það jákvæða, þú ert það besta í þínu lífi. Besta sem hefur komið fyrir þig og síðan hinum megin. Losaðu þig við dúddan og hendi einhverju. Fáðu þér smoothie. Unga fólki myndi örugglega segja unfriendaðu fíflið og hendu einhverju gömlu drasli. Losaðu þig við óþarfa í lífinu. Þessi spil eru mjög svona beinskeytt. Stundum þarf að segja hlutina á beinskeyttan hátt. Ég er ekki að segja endilega að þið takið eitthvað til ykkur úr þessu spili, en hver veit? Það er hérna aldrei að vita, Já, ok, kæru bogamenn.
Megi júní verði ykkur sólríkur, fallegur, hvort sem þið eru nú að fara í brúðkaup eða ekki. Og bara gangi ykkur allt í haginn. Ljós og kærleikur.